Sælir nemendur, nú ætlum við að skoða forlykkjuna sem er ein tegund í viðbót við þessar lykkjur sem við erum búin að fara í gegnum. Hún lítur svona út, þessi blessaða forlykkja, og kannski ef þið hafið aldrei séð þetta áður þá virkar þetta mjög svolítið flókið, en er það ekki, eins og við munum sjá hérna á eftir. Þetta er algengasta lykkjan og hún er mest notuð og hún hefur það hlutverk að framkvæma ákveðna endurtekningu þangað til að ákveðnum skilyrðum er uppfyllt, og hún athugar alltaf skilyrðin áður en hún framkvæmir það sem er á milli slaufuðsveganna, alveg eins og dúfæðlykkjan. Hún athugar alltaf áður á ég að framkvæmast eða ekki, og forlykkjan hún gerir það sama. Og hérna er smá munur á dúvæl, væl og forlykkjum. Og það fer bara eftir hvað við viljum nota hverju sinni. Yfirleitt nota maður dúvællykkjuna þegar maður vill að það sem er inn í lykkjunni keyrist allavega einu sinni. Og maður veit, og þannig að maður getur bara keyrt það aftur og aftur, notandinn ákveður. Vællykkjan og forlykkjan eru svona svipaðar, en það er best að nota forlykkjuna að maður fari í gegnum eitthvað streng eða fari í gegnum fylki eins og við lærum seinna í þessu námskeiði og lesa eitthvað út, og við vitum fyrirfram hvað við eigum að keyra oft. Vællykkjan kannski við viljum bara leyfa notendunum að velja, þá notum við vællykkju. En þetta er náttúrulega bara fer eftir verkefninu hverju sinni og líka hvað ykkur finnst best að gera. Þetta er bara mjög persónubundið, hvort að fólk vil nota vællykkjuna eða forlykkjuna til að keyra ákveð oft, en maður notar oftast forlykkjuna til þess að fara í gegnum strengi og fylki og slíkt. Og svo líka eitt sem heitir for-each-lykkjan, og ég mun sýna ykkur hana þegar við förum að vinna með fylki. Því mér finnst hún persónulega mjög góð að nota. Og hérna er málskipan og þetta er það sama. Hérna í byrjun er það núllstillisegð, stundum kallað startskildi. Þetta er þá upphafsskildið í forlykkjunni. Þetta hérna er stoppgildið, hvenær hann á að stoppa, og þetta er hve mikið hækkar í hvert skipti sem lykkjan keyrir. Og hérna inni milli slaufuðsvegaparsins þá eru setningarnar sem eiga að framkvæmast. Hérna sjáum við útskýringu á hverju einu, og þetta er náttúrulega ensku þannig að þið þurfum bara að taka því. Forlykkjan, þetta er lykilorðið sem segir að við ætlum að vera með forlykkju. Þetta hérna er þá breytan sem stýrir forlykkjunni, og við gefum henni tag hérna, og þetta er þá hérna talað counter, maður notar mjög oft bara eins og við sjáum hana eftir, og hún byrjar á einum, og þetta er hvað oft hún á að keyra, þá alveg upp í 10, þannig að counterinn er orðin 10, og þetta er hækkunarvirkin, hækkar í hvert skipti sem forlykkjan keyrir, og þið tækir líka eftir því að hérna milli, hér og hérna er semikomma sem þarf að vera. Og hvernig vinnur þessi blessaða forlykkja? Jú, hérna er hún skilgreind, breytan sem á að stjórna lykkjunni. Hérna er stoppgildi sett, það þýðir að hún á að keyra þangað til að teljarinn er orðinn minni en 5. Og hérna hækkar teljarinn hvert skipti sem lykkjan keyrist. Þannig að við myndum ekki lenda í óendanlegri lykkju. En þetta vex 1. Þetta byrjaðum að gera, að frumstilla lykkjubreytuna. Hérna athugar hún, er þetta gildi minna en gildi sem er hér. Stundum meira, það er að segja við ætlum að fara aftur og bak. Ef svo er, þá keyrist hún og svo hækkar hún í lokin.
og þetta hérna keyrist aftur og aftur þangað til að ákveðnum skilyrðum er náð og þá hættir hún keyrslu. Og hérna aftur, hvernig vinnur forlykkjan? Þetta er núllstillisegði með starkgildi keyrist einu sinni. Þetta er hvar það athuga áður en að forlykkjan keyrir og þetta er hækkunarsegðin sem keyrist í hvert skipti, hækkar alltaf gildi 1, aftur athugað er og svo hækkar, þannig hún keyrir svona. Og nú skulum við bara segja þetta gott og ég held svo áfram í næsta fyrirlestri frá þessum punkti. Takk fyrir.